aftan, ég sé það hérna. Það ekki bara rétt aftast? Jó, rétt aftast. Mér sýnist þú verið að gera eitthvað núna. Pressa í dag? Pressa? Þess er á lausu. Heldur betur. Þetta er ekkert fyrir þig. Góðan dag og velkomin í vlog 4. Við erum komnir frá Akureyri. Í dag er 50 dagur, vikuna eftir Akureyri. Og ég held nú að við höfum ekki mikið tekið upp. Það var svolítið að gera hjá okkur á Akureyri, en það er vonandi eitthvað. Já, Akureyri er búinn. Og ég veit ekki einu sinni hvað ég á að segja. Þetta var bara alveg hræðileg keppni fyrir okkur. Þetta bara, já, ég ætla svo sem ekki mikið að tala um það. Þetta bara gat eiginlega bara ekki farið mikið verr. Það sem kom út úr því var að við erum að ónýta vatnsdælu. Skjárinn er orðinn ónýtur, þannig að það er eitthvað ánum hann bilaður eitthvað. Þannig að við sjáum engar upplýsingar í skjánum, hita eða snúninga eða neitt. Já, það er þessi smá beygla í búrinu. Ekki í búrinu, bara í frambóganum. Já, sama saga nú í allt sumar. Það er ennþá eitthvað stórmerkilegt að bílnum. Eitthvað að mótornum, það er bara engin drifkraftur í honum og þetta er bara í algjöru ólagi. Já, en það eru 2 vikur eða 1,5 vika í Stangarhyl. Það er svo sem ekki mikið sem það er að gera fyrir það til að hafa hann í þessu standi. Ég er hættur að segja að hann sé í toppstandi eða í lagi því að hann er það ekki og verður það ekki fyrir en einhvern tímann í vetur vonandi. Þannig að já, en það er bara, já, við erum bara að skipta um vatnsdælu, laga skjáinn einhvern veginn. Það er væntanlega bara einhverjar tengingar, einhverjir vírar og eitthvað. Við viljum prófa að skipta um spísa. Eins og það sáðu í seinasta vloggi, þá fengum við þessa spísagreiðu til að testa það og sjá hversu mikið kemur úr hverjum spís og hvort það sé í lagi og svoleiðis. Og það var alveg 10% munur á milli spísa sem er svona, já, frekar mikið, er mér sagt allavega. Þannig að við erum komin með nýja spísa, þannig að við ætlum að prófa að setja þá í, sjá hvort það lagar eitthvað. Já, þannig að það er bara þetta litla eftir og svo sem að þrífa allt drastlið aðeins betur. Ég bara rétt smúlaði yfir hann þegar við komum hérna á sunnudaginn, þannig að hann er já, ógeðslegur. Þannig að já, byrja á því, þrífa hann og svo hendum við spísum í hann og gerum við það sem er ónýtt. Já, ég var að fatta að ég kannski hef ekki rætt það mjög ítarlega mikið hérna
í þessu vloggi hvað er eiginlega að. Stuttarsagan er svo að bíllinn fer ekki yfir ákveðna snúninga og það virðist elta stollið á konvertornum sem við erum með. Þannig að þegar konvertorinn er búinn að læsa og hann er að taka á fullu alls staðar, þá fer hann bara ekki hærra í snúningum heldur en það stól. Og við héldum fyrst að þetta væri skiptingin sem væri bara þvinguð eða ónýtt eða eitthvað, þannig að við skiptum hvern einasta varahlut inn í powerglide skiptingu sem við vorum með fyrst. Prófum allt, við prófum að taka bakkgírinn út, við prófum að taka annan gírinn út, prófum að keyra hann bara með einum áframgír og það gerði ekki neitt, það var bara alltaf það sama, bara leið að hann kom á stólið þá var bara eins og hann keyrði á vegg, hann bara fór upp í bara eins og núna erum við að stóla svona 5.8, 5.9, þannig að þá bara fer hann upp í 5.9 og þá bara stoppar hann þar, og bara eins og ég segi, eins og að keyra á vegg. Þannig að, en við heldum kannski ennþá að þetta væri skiptingin, að það væri einhver eitt hlutur inn í þeim sem að væri sameiginlega ónýtur, þannig að við fengum hérna lánaða 400 skiptingu frá Inga, skelltum henni sem að er með miklu lægra hlutfalli eins og ég hef sagt áður. En þá lýsir hegðunin sér eins, en út af því hann er svo léttur og svo lágt gíraður að þá á hann auðveldara með að komast yfir vegginn, en hann er samt hann fer samt ekki upp í nema 6.200-300 snúninga á nítrói, en við viljum auðvitað hafa það 7.300, 7.500 redline, þannig að 7.500 útslát. Þannig að þá var það alveg útkljáð að þetta var ekki skipting. Þannig að þá fórum við að leita alls staðar annars staðar og skoðum allan ég bara get ekki eins og talað upp hvað við erum búin að prófa. Við prófum að skiptum afturhásingu, prófum að skiptum hlutföll, prófum að taka sköft úr, prófum að taka allt úr powerglideunum og vera bara með hana í drive, og það virkaði ekki. Og ég get ekki eins og talað upp hvað við erum búin að prófa, en við erum búin að prófa gjörsamlega allt. Ég prófaði að skipta konvertora og allan pakkan bara, þannig að ef að þú nefnir eitthvað sem að við gætum prófað, þá erum við búin að prófa það. Ég myndi setja bara 100.000 kall á það. Þannig að við höllum staði að þetta sé bara afleysi í mótornum og hann sé bara að skýta á sig þegar hann er kominn á þessa snúninga. Hann sé bara ekki að skila nema kannski einhverjum 200-300 hestöflum. Þannig að það er staðan. Við erum sannlega búin að vera með ónýtan mótor í allt sumar. Og eins og ég segi, við erum búin að tala við Sjafferhoff og hann mældi mig hinn á þessu, skiptum krankskyninu og skiptum milliheddið og hitt og þetta, en ekkert eitthvað svona stórt og ekkert augljóst, og þannig að við erum að eyða vetrinum í að finna út úr þessu, og það er ein kenning að knastásinn sem er í mótornum sé vitlaus. Hann er merktur rétt og við tókum aftan á mótornum til að kíkja á númerið á honum, og það er merktur rétt samkvæmt Comcams-blaðinu sem við fengum frá Sjafferhoff með mótornum. Þannig að það væri þá bara einhver verksmiðjugalli eða eitthvað frá Comcams, sem er ótrúlega ólíklegt, en það sem við erum óheppnasta lið í, ekki bara motorsport á Íslandi, heldur motorsport í heiminum bara, held ég, og þá kæmi það bara ekkert á óvart lengur. Þannig að við erum að kíkja á það og sjá hvað kemur út af því. Þannig að þetta er svona stutt útgáfan af því það sem er í gangi og það sem er að bílnum. Þannig að bara svo að það sé nokkuð að hreinu hvað er í gangi. Við erum komnir yfir það að þetta sé skipting. Þetta er alveg klárlega ekki skipting. Við erum búin að prófa í rauninni 3 mismunandi skiptingar og mismunandi týpur af skiptingum, þannig að þetta er klárlega ekki það. Þannig að það er bara mótorinn sem er eftir. En það var ekkert annað að gera en að vinna í þessu drasli.
Wow! Geðvegt! Já, ég var maður að gleyma þessu. We did. You guys killed it. I mean, we're trying to add it to direction to make it more. These turns are good. We're not going to worry about these. We might use one. Sérðu eitthvað? Það er að svipa allt það hérna. Það er meira svona fínu sóti hér heldur en... Ég veit ekki. Já, þetta hérna er innsta og þessi hérna er næsti við. Smakka það. Þetta er ekkert það. Svo þú lýsir sko upp í ventilinn. Martin, hvað andskotan varst þú að gera? Ég veit ekki. Hvað? Hann veit. Það er í sérfum. Já. Það er alveg nóg að hafa ágjörð að þurfum að tapa því heilu og því ekki fyrir. Nei, það er mest að pressa fyrir mig að tapa fyrir henni. Ég ætla bara að vinna ykkur. Sjöttur þinn. Þetta væri hrikalegt. Það er gott að vera Það takk upp. Hvað er þetta að landa? Það var eitt þess. Hvað er því skamma því? Hvað getur ekki verið þessum götubíl? Ég vil ekki sjá það. Það er með betri bæningar. Bækningar. Gummi, hvað? Hvað er þetta blá? Það var alltaf að panta. Veist hvað? Passar þetta ekki? Þú er teimó við það? Ójú, gæti minn. Þetta á að vera í lagi. Chevrolet er alltaf í lagi. Ertu að taka þetta upp? Já. Hvernig hefur gengið með það sér þetta? Í sumar? Það var eftir því hvernig það horfir á það. Ekki neitt. Sko, ef pointið er að hafa alltaf allt í skrúfunni, þá verður þetta gengið bara rosalega vel. Já, er það pointið að vera? Já. Þú verður að hafa hugafærið rétt. Það er gaman fyrir þig. Þeir eru leiðilegir. Já, ég veit það. Hann hjálpaði ekki til. Hvað er ranglirinn? Nei. Tómt. Hvað? 8 dagar í kemni? Hvað er kemni? Nei, ég veit ekki. Það er sverið í bóttið. Göndur. Ásgeir, sjáðu. Heldur það sé zoomað inn það? Hvað er það? Takk fyrir. Kemst hann gegnum þetta? Einn skynjar þarna fyrir aftan var í loftið, já.
tónleiki en þá. En enginn séns á sprengingu. Nei. Það var ekki að vera sko. Akkur er þú svo langt frá? Ég er að horfa. Já, ok. Starta ekki. Það er þarna ekki í hillum. Taktu einn og allt. Þetta er svakalega niður sko. Þetta er bara... Já. Komið. Já, bra. Hann er bara, hann fer bara í 10-2 sko. Það var 12 strax. Ok. Jó. Betra hljóð, jú. Þetta er svo mikið hreinni. Aha. Þetta er bara mikið betra hljóð, sko. Þetta er allt annars. Kemur betri ljós á morgun. En sáu þið líka bara hvað hann var fljótur í gátt við að koma alveg fram. Já, flög í gátt. Ægagangurinn bara alveg super góður, sko. Þú ert ekki einu svona snerta yngjöfuna, sko. Nei. Þetta verða 3 milljónir. Þetta er svona, gallið við þetta, það bara lítur út eins og það sé sama drasli í þessu því að það er bara... Þetta er alltaf sama, ég get ekki eins og tekið mynd og segja vá, nýn móta, það er bara, þetta er allt sama drasli. Jó, sjáðu hettin, þau eru mjög ný. Já, hettin eru shiny. Wow. Sömu vendlalög. Sömu vendlalög, sama milli hett, sömu pústgreinar. Sami damper. Sami damper, sami bracket, allt eins. Þetta er annar mótor. Nú erum við að sissa á. En hvað er hérna, hvað erum við að gera með spísinu? Já. Hvað stærðir það? 8. Þessi er líka alveg tækur að, eða þú veist, Já. Jæja, í dag er sunnudagur, það eru 6 dagar í keppni. Við erum búin að skipta um mótor. Þetta fer að hljóma eins og algjör brandari, sko. Já, við erum búin að skipta um mótor. Tókum gömlu blokkina okkar sem var strípuð. Við saman fullt af drasli sem við áttum og fundum hér og þar og eitthvað og settum saman aðra blokk, eða aðra vél. Hún er komin í. Við erum búin að testa
og það fór ekki alveg eins og maður hefði viljað eða já, ég veit ekki eins og hvað maður hefði viljað lengur en það allavega var lítil sem engin breyting, það er eiginlega bara nákvæmlega eins og hann hefur verið í allt sumar. Þannig að já, en eina sem við breyttum ekki var millihettið, við tókum það af Chevrolet-mótornum og erum búin að setja það á núna, að mixa það í og erum að fara að testa núna og sjá hvort það breyti einhverju, en það er rosalega hæpið að það sé málið, en það bara, við verðum að prófa allt því að þetta er orðið bara alveg ótrúlegt sko, þannig að já, það er næsta mál að testa þetta, en já, þannig að stangarhylur eftir 6 daga, keppni þar og já, það er bara fer rosalega mikið eftir hvað gerist núna á næsta hálftímanum, hvernig það mun fara, en ég bara vona það besta og sjáum til hvað gerist. Já, þetta var ekki málið, þannig að við erum bara alveg lost. Það er ekkert að, en bíllinn er stórtjónaður, bilaður, ónýtur, ánótæfur, ákeinanlegur, þannig að já, ég veit ekki eins og hvað maður á að segja, þetta er bara alveg ótrúlegt. Þannig að, já, það fór svo leiðis, ég veit ekki, það er alveg óvíst hvað kemur næst, en það var að koma í ljós. Það var Chevrolet að fara aftur í. Við prófum að tína saman gamla draslið okkar, suðum blokkina og gerum þetta fínt ný hett og svona eitthvað, skelltum því, það virkaði ekki neitt, þannig að það var bara Chevrolet að fara aftur í. Það er alveg heilir 5 dagar í keppni, þannig að nægur tími til stefnu. Það er ekkert annað að gera en að koma þessu drasl í. Sperrist það. Hætta flatarnir þessi? Ennþá meira hægt. Þú fyrir ennþá meira. Svona. Ég hefði sett það bara undir hérna. Svona. Sjá hvað það gerir. Hann er komið nær sko sætinu þarna aðeins en Við setja þennan bíl undir. Maður sér það alveg að það eru lítið sögur hér í.
Það var komið að lokum að þessu vlogi. Þetta er þá líka seinasta vlog þessa keppnistímabils. Já, eins og þið sáu þá fórum við á Akureyri og Stangarhyl. Og það hefði varla getað gengið verr. Við tókum 2 veltur á Akureyri, fórum í 4. brauti, tókum 2 veltur og enduðum á því að skemma vatnsdæluna í einni veltunni, sem þýddi að við gátum ekki haldið áfram. Við vorum með aðra vatnsdælu, settum hana í og splunkunni í vatnsdæla, en hún vildi ekki fara í gang, þannig að það var eitthvað issue sem að við náðum ekki. Þannig að dagurinn endaði þar eftir 4. braut. Svo fórum við á Akureyri og fyrir það, eins og sjá, þá skipti ég mótor og settum powergleiðin aftur í og eitthvað. Gerðum fullt af dóti, en þar mættum við bara eina braut því að skiptingin bræddi úr sér. Eða sem sagt bandið í skiptingunni fór. Þannig að þar með er komin endir á þetta season. Alveg hreinskilið þá er þetta season búið að vera bara alveg ömurlegt. Bíllinn hefur ekki virkað í allt sumar, og við vitum ekki ennþá af hverju. Og eins og ég segi, við skiptum mótor, við erum búin að prófa, ég ætla ekki eins og að fara yfir það hvað við erum búin að prófa að skiptum, en ég held að sjálfskiptinga, hvað við rifum sjálfskiptinguna oft úr og hafa endað í 44 skiptum eða eitthvað. Og mótorskipti, 2 mótorskipti í þokkabót, þannig að þetta er búið að vera rosalega erfitt season. Bara ótrúlegt að liðið við strákarnir skulum hafa bara þolinmæðina og viljan í að halda áfram öllu þessu seasoni. En þeir eru alveg algjör snillingar og bara ótrúlegir, þannig að það er eina ástæðan af hverju við mættum allir keppnir í sumar, sem er í sjálfum sér ótrúlegt. Og við enduðum 4. eða 5. í Íslandsmótinu, sem er ennþá ótrúlegara miðað við ástandið á bílnum í allt sumar. Já, þannig að þetta, eins og ég segi, mjög erfitt season, mjög leiðilegt season. Hann geti ekki tekið þátt með bílinn í þessu ástandi eins og hann var. En það er ekkert annað að gera en að leggjast betur í þetta núna í vetur og finna út af því hvað veldur. Það er ennþá nokkri hlutir sem við eigum eftir að prófa, en ekkert augljóst sem að ætti að virka, sko. Þannig að bara við þurfum að leggja tími í að skoða þetta. En það þýðir að þetta sé seinasta vlogg á þessu tímabili, fyrir þetta keppnistímabil. En eins og ég sagði því ég byrjaði þetta er nú aðalega bara fyrir mig eða fyrir okkur liðið. Það er gaman að halda utan þetta, þannig að ég mun halda áfram að vlogga það. Við verðum að gera eitthvað í skúrnum og eitthvað, en minna í torfæribílnum, en ég mun samt halda áfram að taka upp. Við erum mikið í jeppum og öðrum leiktækjum, rallycross bílum og eitthvað, þannig að ég mun halda áfram að taka það upp og posta því áfram. En já, eins og ég segi, aðalega bara fyrir okkur liðið og fyrir mig, þannig. En ég vil bara þakka fyrir þetta season og alla sem hafa fylgst með þessum vloggum og munum vonandi áfram fylgjast með. Þetta er búið að vera, já, eins og ég segi, þó þetta sé búið að vera rosalega erfitt tímabil, þá var þetta samt gaman og þetta í góðum félagskap allan tíman. Strákar eru algjörir snillingar og ótrúlega gaman að vera með þeim í skúrnum, þannig að það er ekki hægt að segja annað en að þetta hafi bara verið skemmtilegt. En já, þannig að þetta er þá seinasta vloggið fyrir veturinn. Ég þakka bara fyrir mig og við sjáumst í næsta vloggi.